Komið þið sæl. Sýnir Egils heilsa þennan sunnudaginn sem og aðra. Hér á eftir koma til okkar Árni Helgason lögmaður og varaþingmaður, Lilja Alfreðsdóttir sem varaformaður Framsóknarflokksins og Ásgeir Brynjar Torfason ritstjóri Vísbendingar, og við ætlum að ræða ýmislegt við þau. En hingað eru komin. Það er Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, og Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar. Við erum öll velkomin. Takk fyrir. Sigmar, ég var að horfa á ykkur í þinginu í gær. Ég hætti 12-leytið, þið skiptið yfir í fréttirnar. En þetta er náttúrulega mjög sérstakt, sé þing á laugardegi. Hvað gerist næst í þessu? Já, við kláruðum fyrstu umræðu veiðigjöldin í gær og það var á aukafundi sem var settur á vegna þess að það var bara auðvitað komin upp ákveðin staða í þinginu. Mikill hægagangur á málum þar og tafir. Og þessi fyrsta umræða veiðigjöldin, það var aldrei verið lengri fyrsta umræða í þinginu frá 1995 og hafa það nú ansi mörg stór málin verið á þessu tímabili í fyrstu umræðu. Hvað var þetta 1995, vistu það? Nei, ég kann nú ekki söguna nægilega vel en þetta er allavega tölfræði upplýsingar sem ég las eitthvað þar á vefmiðlum og komu frá þinginu. Og þá þarf þetta að bregðast eitthvað við stöðunni og þess vegna var nú boðað til þessa aukafundar. Það er nú svo sem ekkert óþekkt að þingmenn þurfi stundum að vinna helgar þegar að dregur nær þinglokum og þá svona er oft gefið í og það var bara mjög ánægilegt að við næðum að klára umræðuna, en svo er eftir atkvæðagreiðsla á mánudaginn það í hvað nefnd málið fyrr. Það er komin tillaga aðra nefndin atvinnuveganefnd og það verður bara tekin afstöðu til þess á mánudaginn. Þetta fór öll vikan í þetta, en við reyndar miðja vikuna afgreiddum út Íslandsbanka heimild til sölu eða sem sagt svona fyrirkomulag sölu. Og þannig að það svona bara gekk mikið á í þinginu eins og oft er. En ég vil nú að segja það að skil ekki alveg okkur stjórnarandstæðan svona auðkvæm fyrir því að við bendum á að þetta séu þetta tafir og hálfgert málþóf í gangi. Það virðist vera á við kannt að nefna það sem ég skil eiginlega ekki alveg vegna þess að ég hef nú hingað til litið á þessa 3 flokkar sem eru í stjórnarandstöðu sem bara nokkuð stolt af því að vilja berjast gegn réttlátum veiðigjöldum. Já. Halla Hrund, þú ert nýliði og tekur þátt í þessu, í þessu á þinginu. Á þinginu, já. Varst þú ekki í málþófi? Ég var að segja akkurat sem nýliði að maður kemur þarna inn og það er verið að fjalla gríðarlega stór mál. Söluna á Íslandsbanka og veiðigjöldin. Þetta eru 2 mál sem kláruðust í vikunni. Ég kalla það bara nokkuð gott og mér finnst eðlilegt þegar við erum að tala svona stór mál eins og veiðigjöldin að auðvitað þurfa þingmenn að tjá sig, og ég get nú bara sagt í mínu tilfelli að maður fær þarna 2 innkomur til þess að fara yfir röksemda færslur og mér finnst bara sjálfsagt að þingmenn nýti þær. Og ég get algjörlega sagt að fyrir hönd Framsóknar að þá er fólk búið að nýta þannan tíma vel til að koma með uppbyggilega gagnrýni. Og ég held við eigum að forðast þessu orðræðu sem að Sigmar er kannski að koma inn á þetta núna, sem er þetta stjórn og stjórnarandstaða. Það eru 3 ólíkir flokkar í stjórnarandstöðu og við höfum verið að tala það í okkar gagnrýni. Ég meina, ég er fylgjandi aukinni gjaldtöku af sjávarútvegi. Kom inn á það skýrt meðal annars í báðum ræðum. Ég fjalla hins vegar hvað þarf að huga að. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við náum þeirri umræðu og ég held að það sé óhollt að við séum að tala stjórn og stjórnarandstöðu, þessir í málþófi, hinn svona. Ég held að þetta sé ekki það sem fólk vill heyra. Ég held að vilja einmitt heyra því hvernig erum við að ná saman hlutina. Og ég sagði áðan, allir þingmenn Framsóknar komu inn á það að það væri svigrúm til að hækka veiðigjöldin með ólíkum hætti. Og það var þá verið að fjalla gagnrýni sveitarfélaga sem er eðlilegt að þingmenn geri af því að öll sveitarfélög voru að koma inn með áhyggjur og það er eðlilegt að þingi ræði þær, skárra væri það ná. En að teikna þetta svona upp að þetta sé einhver slagur, það eru aðrir flokkar sem ættu þá að vera að tala í því samhengi. En við hjá Framsókn höfum nálgast það þannig að vera að reyna að hugsa hvernig getum við náð fram skynsamri lendingu og ég segi að það er einhver flokkur sem að þekkir það, til dæmis hvað skortur á umræðu og gögnum og greiningum getur haft í áhrifum
á til dæmis útfærslu kvótakerfisins, það það örugglega Framsókn. Þannig að við erum að kalla eftir þessar umræðu til þess að ná góðri niðurstöðu, til þess að við getum verið að styrkja byggðirnar í landinu en líka að ná fram aukinni gjaldtöku. Já. Alma, þú tekur ekki þátt í þessari umræðu? Nei, þetta svona utan okkar sviðs en vissulega fylgist maður með og tek náttúrulega undir bæði það sem að Sigmar og í rauninni Halla hafa sagt. Og svona ég dáist að þessu að geta staðið og komið sínum sjónarmiðum skýrt á framfæri saman hvernig farið svo sem að því en þetta áhugavert, ég viðurkenni það komandi frá sjávarplási líka þar sem að einu sinni var allt morandi í kvóta af engin kvótar í dag og í rauninni Ólafsvík. Já. Þannig að þar sem að allt var bara sko morandi í rauninni og svo stendur búið lítið eftir þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert frá því sjónarhorni og maður svona reynir að koma sér inn í umræðan eins og hún núna og svo sem kannski ekki að endilega segja hvar mín afstæði þessu en ég allavega fylgjandi því sem að kemur þarna fram sko. Þannig að svona horfandi til míns bakgrunns og míns fólks sko. Ekki Ólafsvík hluti af Snæfellsbæ? Jú. Við komum með athugasemdir út af þessu, það svona milliútgerðir þar sem ennþá á lífi og stórútgerðin ekki alveg búin að hreinsa upp Snæfellsnesið en mun líklega gerast bara í næstu kynslóð. Það var breytt einhverju, það var hækkað. Já, frítekjumarkið kom vel til móts við sjónarmiðin þar, það kom nú fram. Hækkun á því sko. Þannig að einhver leyti verið að hlusta á athugasemdir. Akkurat, það má hrósa fyrir þá breytingu og vonandi verður núna á milli umræðana, þá vonumst maður til að við náum að lenda þessu máli vel að því ég held einmitt, ef það eitthvað sem við þurfum á Íslandi, að þá það meiri sátt sjávarútveginn og vonandi getum við náð henni með lendingu í þessu máli. En mér langar aðeins að koma inn á hvað það sem að sveitarfélögin eru að hafa áhyggjur af. Það í raun og veru annars vegar það að þó hækkir gjaldtökuna, þá útgerðin að hluta til að hóta því að draga saman. Og það þýðir fyrir mörg bæjarfélög að þá brotnar undan því neti sem að sjávarútvegurinn kannski svona bakhjarl í, hann að kaupa þjónustu á mörgum. Þannig að þó að það sé alls ekki sanngjarnt. En Halla, verður þá bara ekki að bregðast við því að segjum að útgerðin bara ætla að flytja allt til Póllands. Verður þá ekki bara að setja lög það að fylgir því ef þú fær kvóta, þá verður að landa á Íslandi? Það eru alls konar, það akkurat þess vegna sem hefur verið kallað eftir greiningum á gögnum og að það liggi fyrir í umræðunni. Því að það mikilvægt að vita sko hvað ákvarðanir þýða. En hótun oft bara hótun til þess að hafa áhrif á það hvernig þú bregst við, ekki endilega það að hún munir ræta sko. Nei, en við sjáum... Það allavega ekki þeir menninni sem hóta að drepa mig að þeir láta ekki vera að því. Það bara fyrir þess að hafa áhrif á það hvernig ég hugsa. Við sjáum hins vegar að sagan full af því að hlutirnir hafa þróast í þá átt, þannig að það gæti verið þannig og þetta útgerðirnar misskuldsettar. Þú veist, ég hef verið að hitta fólk frá ólíkum aðilum, þú veist, sumir eru meira skuldsettir, sumir hafa keypt sig inn í greinina, þannig að það eru auðvitað ólíkar aðstæður, sumir eru minni sem að þarf að horfa á. En svo það hitt kannski líka í umræðinu sem að maður finnur og fólk hefur áhyggjur af, að það að það er verið að segja, heyrðu, við erum að fara í hækkun gjalda fyrir vegakerfið. Og það ekkert sem að gera það verkum í fjárlögunum okkar að það sé hægt að tengja þessa hluti saman. Og þess vegna höfum við til dæmis í þessum umræðum verið að benda ríkisstjórnina á og það gæti til dæmis verið klókt að stofna auðlindasjóð. Þannig að það svona aukning frá auðlindunum okkar renni eins og hjá Norðmönnum inn í ákveðin sjóð og þá sé hægt að hafa sjóð með ákveðin hlutverk sem hefur til dæmis það hlutverk að fjárfesta í innviðum á landsbyggðinni til að tryggja að það sé verið þá að hækka gjöld með eitthvað ákveðið markmið. Þannig að aftur, það mikilvægt að teikna þetta ekki bara upp sem einhvers konar öskurkeppni stjórn og stjórnarandstöðu og muna það líka, það eru ólíkir flokkar í stjórnarandstöðu og við erum að reyna að hjálpa umræðinni þannig að það verði góð lending. Ég má aðeins bregðast í þessu, nú það þannig að þær greiningar sem liggja fyrir til dæmis í greinagerðinni í málinu, þetta eru bara samskonar greiningar og hafa verið gerðar áður þegar að sambærileg málum hækkun veiðigjalds hafa verið lögð fram. Það ekkert langt síðan að þetta var gert síðast, það bara fór ekki alla leið en það lágu þá bara fyrir nákvæmlega sömu greiningar. Það liggur fyrir að
Sko 10 stærstu útgerðirnar munu borga 67% af þessu umfram veiðigjaldi sem verið að leggja á. 10 stærstu fyrirtækin, stöndugustu, öflugustu fyrirtækin borga 67%. 20 stærstu borga 84%. Þú veist, þetta nú, dreifingin liggur nú bara svolítið svona og auðvitað verður það þannig áfram og við skulum hafa það í huga, það auðvitað verið að tala að taka þessa pening af umfram hagnaði sko. Við verðum líka að hafa í huga auðvitað söguna eins og við verðum að rekja hérna. Þú veist, það auðvitað heilmikil forsaga í þorpunum, þannig að eðlilega fólk oft hrætt og annað og sumir vilja nú bara beinlínis að við göngum miklu lengra og harðar fram heldur en þetta. Segja að það sé ekki gott að útgerðin tali með þeim hætti sem hún tali núna vegna þess að það er orðið þannig samþjöppun að það ekki eftir kvóti í sumum byggðarlögum og allt þetta. Við þekkjum auðvitað þessa sögu, en það auðvitað ekki verið að breyta kvótakerfinu. Það er bara verið að breyta því hvernig veiðigjaldið er reiknað. Það er verið að reiknað út frá markaðsvirði en ekki einhverju verði sem að verður til þegar sami aðil að selja fisk á milli fiskvinnslu og útgerðar sko. Þú veist, þetta er miklu heilbrigðari mælikvarði finnst mér. Síðan það auðvitað þannig að þegar við erum að tala sátt í sjávarútveginum að þetta er bara mín skoðun, mér hefur fundist útgerðin tala svolítið gegn sátt, mér hefur ekki fundist hún vilja nálgast það sem hefur verið, það er ekki þetta að horfa fram hjá því. Það er ekkert verið að tala að stjórnast af skoðanakönnunum. Við getum ekki hort fram hjá því þegar áratugum saman er ósætti hjá þjóðinni með það að hún upplifir einmitt þetta, að kvóti sé að fara úr byggðarlögum og annað og þjappast saman og allt, en fyrirtækin sem að standa fyrir þessu, sem eru auðvitað gert í hagræðingarskyni, þau segja síðan, heyrðu nei, við erum ekki tilbúin til þess að borga hærra gjald og svo sjáum við afkomutölunar og það er ekkert í afkomutölunum sem bendir til annars en að þarna sé í mjög mörgum tilfellum til alveg óheyrilega mikill hagnaður og fyrirtækin séu mjög vel aflögufær til þess að mæta þá þjóðin í þessari sátt. Já, þá er ég að tala um það. 67% af gjaldinu sem verið að leggja núna leggst á 10 stærstu, 84% á 20 stærstu. Núna frá árinu 2018 þá hefur útflutningur á óunnum þorski 2 ef ekki 3-faldast og það eru erlendi kaupendur í öðru löndum sem eru komin eins og kallað númer inn á fiskmarkaðina. Þannig að þeir eru bara með beinan aðgang af fiskmarkaðunum og kaupa þetta mikið og það eykst alltaf og eykst sem að og þegar ég var í Ólafsvík þá var einu sinni gerði við þetta þá tókum við sko kúktuðu náttúrulega fiskinn, en við settum í gáma skip og sótt í gámana, þannig að þá voru við svo sem að þessu fiskurinn kom aldrei í vinnslu, en þetta gerur nú bara eitt úthald, en þetta er samt, sko, þetta er að gerast samkeppni fiskinn, þá var það sem sagt að erlend fyrirtæki eru komið aðgang að fiskmarkaðunum og kaupa, það eykst alltaf sem þau kaupa. Já, ég kannski menna það er orðin miklu meiri samkeppni þessa ótrúlega verðmætu vöru. Ég var á myndinni hans David Attenborough núna í vikunni þar sem var bara verið að tala hvernig þorskstofnar og bara fiskistofnar heilt yfir hafa hnignað að heimsvísu. Þannig að við getum verið þakklátt fyrir að hafa þetta sko kvótakerfi upp á stýringuna á auðlindinni og vissulega höfum við byggt upp alveg ótrúlega samkeppnishæfan iðnað sem að gera það verkum að við getum verið að selja okkar vöru á háu verði og fáum tekjur í samfélaginu. En ég held að sé alveg rétt að og ég hef talað fyrir því að það sé hægt að fá meira út frá greininni til samfélagsins. Umræðurnar á þinginu hafi snúist þessa norsku leið versus einhverjar aðrar leiðir sem hægt er að fara til að ná fram verðmæti í greininni. Hver er norska leiðin? Það er í rauninu það að vera miða við markaðinn þar í sjálfu sér. Uppsjáfiskinn. En þetta eru, þú veist, eðlis ólíkir hlutir að ákveðnu leyti af því að Norðmenn eru að selja sitt, þeir eru að fá hærra verð heima en svo eru að selja til vinsna í Póllandi sem borgar lægri laun á meðan að við erum, það er verið að selja á milli. Við erum líka að gera það, ég held að Samir ég bara verksmiður úti sem þeir eru að selja sjálfur til. Já, en við erum að gera það, Heimir að selja á minna verði, semst á lægra verði og þá er að greiða hærri laun. En punkturinn er þessi að það er hægt að finna góða leiðir, umræðan miðar af því að mínu mati og ég kannski segi aftur
að af því við erum að tala sjávarpláss sem hafa farið sko illa út úr fyrri ákvörðunum, að þá held ég líka að það eðlilegt að fólk í ólíkum sveitarfélögum sem á allt sitt undir, á sínar fasteignir og annað, að það hafi áhyggjur ef það vinnur hjá fyrirtækjum eða í tengdum iðnaði, hverjar afleiðingarnar verða og þetta snarpari hækkun en áður. Hún gerð með stuttum fyrirvara og hún gerð með tiltölulega stuttum fyrirvara umræða inn í þinginu þó að þetta hafi verið löng umræða núna. Þannig að mér finnst þetta hafi verið eðlilegt að mörgu leyti. Málið er það að lýðveldi Ísland vanfjármagnað. Okkur vantar peninga til að reka samfélagið og halda við inn við og allt þetta. Við erum bara búin að vera alveg frá því hruni, þá erum við alltaf í einhverjum, og alltaf versna staðan, Og ég alveg sem formaður upp í sig, þið hljótið að finna fyrir því að þið fáið ekki það sem þið teljið ykkur þurfa, það ekki? Jú, og náttúrulega bara til þess að árétta það náttúrulega upp ég ekki bara í kjaramálum, þannig að við erum ekki í baráttu, í kjarabaráttu eingöngu, þetta heldur allt undir, ég meina við erum með 40 aðildafélög sem eru gjör ólíkir, innan þessi aðildafélög, þarna eru langveikir, þarna fatlað fólk hvers konar, Þannig að jú, auðvitað finnum við það og ég meina, og við sjáum það náttúrulega í auknum mæli með kannski þessi börn sem eru núna bara að með fjölgreiningar alls konar og einhvern veginn að fara á mis við það sem að samfélagið ætti kannski að vera löngu búið að grípa inn í, þá bæði af stjórnvöldum og svo kannski bara svona ákveðin samfélagslega ábyrgð held ég líka. Og við finnum náttúrulega mikið fyrir þessu, jú, og í rauninu hvaðan svo sem það kemur, þó svo við finnum kannski ríkt núna að það rosalega rík áhersla lögð á málaflokkinn sem ótrúlega vel og við finnum alveg stuðninginn þar og þetta, ég held að þetta sé alveg sögulegt að þetta sé svona skýrt í rauninni sama hvort það af hálfu ríkisins eða annara að í rauninni þarna að styðja við þennan málaflokk hvar sem hann kemur og það skiptir ekki máli í rauninni hvar þú lítur að það má alltaf sjá að þessu málaflokki hann fær í rauninni áheyrn og það alveg frekar nýtt á nálinu myndi ég segja í svona miklu mæli og sem afskaplega vel en þá þurfum við náttúrulega líka bara að passa upp á það sem þá í rauninni bara hugsað frá báðum endum hvernig ætlum við að gera það, hvernig framkvæma ætlum við að gera til skammtíma, ætlum við að gera þetta bara þannig að þetta sé í rauninni bara venjulegt ferli sem á sér alltaf stað og verður bara viðvarandi Þannig að það náttúrulega það sem við erum að svona kannski að beita mestu aðhaldi við af því að þú veist, það ákveðin stefna hún skýr en svo þarf bara einhvern veginn að sjá hvernig það fer framkvæmt. Við heyrum stundum og ég byrja oft fréttir af fólki sem að eru öryrkjar og greiðslu til þeirra duga bara ekki og það svona allskyns vandræði tala ekki þeir eru börnin á heimilum og fleira. Jú, þetta bara verið viðverandi vandi í áratugi og það í rauninni og það eru náttúrulega svona teknolófti að það eigi að bæta úr og koma stöðva þessa kjaragliðunum til dæmis og það að koma nýtt örorkulífeyriskerfi sem á að í rauninni vera þannig að það tryggi í rauninni betri afkomu og svo líka það að fólk fái frekari tækifæri til hlutastarfa en hlutastarfum verða þá að vera til staðar og þau þurfa að vera aðgengilega þeim sem að þau í rauninni vinna og það eru ýmis sjónarmið sem að þarna þarf þá í rauninni að gæta og passa upp á. Það er ekki hægt að vera með eina stefnu sem að mælir fyrir þessu og svo aðra sem er gegn því þannig að En nú Inga Sæland ráðherra málaflokksins. Hefurðu fundað með henni? Já, við hefum fundað með henni. Og hvernig líst þér á? Okkur líst náttúrulega bara vel á stefnuna og ég meina þarna sé áhugi og þetta náttúrulega baráttumál hennar og hennar flokks sem náttúrulega ástæðan fyrir því að þau komast inn á þing, eða fara uppalega inn á þing. Þannig að en auðvitað náttúrulega eru 3 mismunandi flokkar þannig að það þarf að mála miðlunur í hvernig að framkvæma þetta en auðvitað eru við ákvæmlega glöð að finna fyrir því að þarna sé í rauninni þessar miklu áherslu sem að hafa annars ekki verið í gegnum tíðina eins ríkar. Já, en það eitt þarna fyrir minn aldurshóp að þeir sem eru öryrkjar og eru á launum fyrir það eða sem þau var borgað eðlilega en svo þegar það vera 67 ára að þá lækka Nei, var það ekki verið að breyta þessu? Jú, það að koma inn að þú ert að tala aldursviðbótina. Já, það er ekki búið að samþykkja en það allavega þá að vera, jú, fyrir þau sem að greinast, eða fá örorku fyrir ákveðin aldur að hún flytist með þeim yfir ellilífeyrinn, Þannig að það er náttúrulega ótrúlega mikil búbót en af því að ég held líka svona heilt yfir að þá heldur í rauninni
það er þessi mýta sko að allir séu í rauninni einum og sama flokki. Þetta er, þú veist, ég held að sé ekkert kerfi eins flókið í rauninni í sko umreikningum hvernig í rauninni hvað þú átt að fá versus hvað þú fær. Þú veist, það er aldurinn, það er búsetan, hvenær kemur inn, svo eru lífeyrissjóðirnir sem að í rauninni og þessi víxlverku þar á milli. Þannig að þetta ertu einn eða ertu með fjölskyldu, þú veist, þetta eru bara ótal strengir sem að þarf að toga og þetta og eins og þetta núna, þá þetta náttúrulega bara, þú veist, það eru bara örfáir sem í rauninni kannski skilja þetta til algjör hlítar, hvernig kerfið þannig að það verður mjög gott þegar þessum kerfisbreytingum, þegar þær eru einfaldaðar og svo bara framkvæmdin eftir að leiða í ljós hvernig það til tekst, sko. En þetta margt sko þarna og líka það að þetta sé eitthvað sko það sem að fólk sé ásælast, það þarf bara enginn að segja mér það að sé einhver sem í þessari stöðu að hann sé ásælast þetta og þetta ekki eitthvað sem að eftirsóknarvert. Elon Musk segir að séu fólk sem orðið 600 ára gamalt sem að svindla á Medicare í Bandaríkjunum. Við erum ekki með þann vanda hér. Nei, og ég held að þú Við erum heldur ekki með Elon Musk hérna. En varðandi, það að fara stór mál, eða ekki, í gegnum hringið sem að tengjast. Það búið að vera mjög mörg stór mál. Og svo það segja að það veri fáir sem að skildi þetta, það veri bara örfáir. Ég að meina eins og kerfið. En þetta þarf að fara gennum þingið, við erum stundum talað þetta hér og við erum að reyna að gíska á það hvað eru margir þingmenn sem að raunverulega hafa innsýn inn í þetta kerfi og við höfum verið svona 4 eða 5. En þið þurfum að afgreiða þessi mál. Já. Og það þetta þannig að vera heima bara allan daginn að reikna í reiknivélinni á TR. Og þarna kemur þetta líka inn í að það þetta verkaskipting í þingflokkunum. Það að segja að það ekki allir í öllum nefndum. Það þetta ákveðnir þingmenn í ákveðnum nefndum sem að takast á við þessi mál og svo eru þingmenn í öðrum nefndum sem að takast á við önnur mál og allt þetta. En ef ég má grípa 2 bolta, annars vegar þetta sem að þú ert að nefna með vanfjármögnun í kerfinu sem þetta rétt. Það alveg gríðarlega mikil innviða skuld í kerfinu og mér finnst það kalla á tvennt og hvoru tveggja flókið. Það annars vegar þú veist, eigum við alltaf að mæta því með því að afla meiri tekna því að það auðvitað yfirleitt einhvers konar skattlagning eða eigum við líka að þora að taka svolítið góða umræðu það hvernig við getum farið betur með peningana án þess að klippa út einhverja lífsnauðsynlega þjónustu. Mér finnst umræðan þetta stundum vera oft svolítið erfið sko en síðan það alveg rétt að þessi kerfi alveg svakalega flókin. Já. Og ég held að það sé vegna þess að það farið af stað með eitthvað kerfi og svo bætt við og svo aftur bætt við og svo kemur annað kerfi og þetta alltaf eitthvað svona bútasaumur sem að býra á endanum til eitthvað óskapnað þó að það hafi aldrei verið skilur við ætlun eins eða neins flokks. Ég heyri ekki annað en að flokkarnir séu ágætlega sammálu það að við viljum öll að fólk geti hér lifað með reisn. En við erum líka fangar kerfa sem að hafa verið að þróast í gegnum áratuginn og orðin flókin og það mikið að girðingum og ef þú ætlar að laga þetta þá kemur það niður hér. Þú veist, þetta alveg heljarna verkefni sko. En það verið að vinna í þessu. Jú, og líka, ég meina, einföldun á kerfinu býður upp á það að því að þetta svo flókið og þetta hefur verið, þú veist, eins og Sigmar segir, það eru plástra, það er að bæta við þetta dugði ekki til. Það er búið að einfalda það. Og náttúrulega fer alveg gífurlegt fjármagn í bara einföldun á kerfinu og þessar kerfisbreytingar sem eru núna að þá á einhverjum öðrum tímapunkti verður kannski hægt að fara inn í annað þar sem að ég meini grunnframfærslan hún kannski hækki eitthvað að því að hitt svo ótrúlega dýrt líka en svo líka sko hugsa maður af því að hérna eins og segja það ekki nóg að hækka bara og hækka heldur hvenær ætlum við að koma inn í og grípa fólkið áður en í rauninni að það lendir á þessum stað. Við vitum að það alltaf hópur sem mun alltaf fara beint í og vera bara tilheyra þessu kerfi. Svo líka bara fólk sem hefði auðveldlega kannski verið hægt að grípa inn í þannig að þyrfti ekki að reiða sig á öll þessi kerfi. Bara með góður endurhæfingarúrræðum, með því að í rauninni að skilja vandan. Þú veist, af hverju þessi hópur? Af hverju bara þessi hópur sem fer þessa leið? Þú veist, það svo margt þarna undir líka það sem við erum kannski bara svo samfélagi einhvern veginn búin að leyfa því að þróast í þessa átt. Maður sá að Ísland núna númer 1 á þessum farsældarlista Sameinuðu þjóðanna. Best í heimi. Já, best í heimi og undan maður hugsar, sko ef við getum ekki náð að forgangsraða rétt, þá, sko hver getur þá verum að undan Sviss og Noregi. Þannig að við þurfum að útrýma fátækt. Já, og þið þurfum heldur betur að gera það. Það stóra málið. Og maður hefur auðvitað ágjörð því bara, þú veist, í húsnæðismálum annað, ég vona okkur beri gæfu til þess að halda áfram, sko,
eða passa upp á það í þeirri ákvarðanatöku sem að framöndan að við séum ekki bara byggja leiguhúsnæði, heldur alltaf að hjálpa fólki að reyna að eignast húsnæði og svo framvegis. Þannig við séum að ná að halda áfram í það, halda í það að við séum ekki að skapa 2 stéttur í öðru landi. Þannig að það margt framöndan í þessu máli. Það stefna sem hefur búin að vera eiginlega síðastliðin 20 ár. Það fjölgar leiguliðum, fækkar þeir sem eiga íbúðina. Það íbúðir sem kom inn á markaðinn langstærstir hlutir að keyptur á þeir sem eiga íbúði fyrir eða frá okkur fyrirtækjum sem ætla að vera að leigja. Þannig raunverulega verið að skrúa ofan að því ef það hér var einhvern tímann virk séreignarstefna sem það sannarlega var, því það var stuðningskerfi. Ég held að það veri hugmyndin á 20. öldinni að venjulegt verkafólk bara gæti eignast húsnæði á sínum launum. Og það var hugmyndin eins og með hlutdeildarlánum annað sem að ríki getur komið inn í á móti. Þau virka, hafi vantað auki húsnæði sem falla undir þau lán. En þau virka fyrir ákveðna. Verðið á húsnæði hækkar svo mikið að hlutdeildarlánum verður bara skilin eftir þarna. Það ekki til íbúðir sem að henta kerfinu. Það hluti af þessu vandamáli og ég held þurfum verulega og ég held þetta sé dæmi eitthvað sem að við ættum að geta náð samstöðu á milli stjórnar og allan á hluta stjórnarandstöðu að vera að horfa í það átt að styðja við það til dæmis eins og nefnir með það að þú sért bara kannski að keppa við enga fjárfesta en þegar þú ferðu opið hús, bara venjuleg fjölskylda kemur opið hús að kaupa sína fyrstu íbúð og það einhverjir sem eru að kaupa margar eignir og leigja það út. Auðvitað engin sanngirni í þessu og þetta bara reglusetning sem við þurfum að ná í gegn hvað varðar markaðinn og svo þarf líka að huga því að það bara til að koma fólki inn á markaðinn að það séu sérstakur hvatar til viðbóta við það sem í dag til þess að ungt fólk og bara fólk, ekki bara ungt fólk sem fyrir utan markaðinn geti komist inn á hann. Já. Hluti af þessum vanda þetta líka sem við getum aldrei sleppt í að ræðum í þessu samhengi. Það þetta furðulega vaxta fyrirkomulag sem hérna í landinu. Þetta þetta alveg óskaplegur dragbítur og svona stýriafli í ranga átt í raun og veru Þú veist, þetta hefur áhrif á það hvernig byggt hérna á Íslandi, miklu meiri áhrif held ég heldur en að menn Akkur ætti fólk að vera að byggja þegar að fjármagnskostnaðurinn svona rosalegur eins og hann núna? Akkur ætti fólk að vera, eða akkur ætti fólk að geta? Akkur hærri raunvextir á stýrivextu Seðlabanka Íslands heldur í nokkrum öðrum Seðlabanka heiminum? Munar bara 3-4%. Þetta bara alltaf... Akkur við að bera þessa byrða? Já, þetta bara nákvæmlega... Akkur kerfið okkar svona? Akkur það þannig að hér alltaf hærri vextir heldur en annars staðar? Svo náttúrulega margir mikilvægir. Þú ætlar að leggja til evru, eða ekki? Nei, ég ætla bara að benda á að... Ég get alveg sleppt í að leggja til evru. Ég vil, þú veist, það nú kannski erfitt að gera það handvirkt því að það alltaf eitthvað undirliggjandi líka. En það bara brýnt að þegar við erum að tala þessa hluti að þá erum við líka inn í einhverju efnahagskerfi. Og þetta efnahagskerfi þannig að það sveiflast alveg óheyrilega mikið. Menn að tala það að gengið hafa nú ekkert verið að sveiflast neitt sérstaklega mikið. Dollars bara sama fyrir 10 árum. En við erum hins vegar með gjaldeyrisvaraforða sem kostar okkur 20 milljarða á ári til þess að vera með alls konar inngrip til þess að stýra. Þú veist, þetta hluti af vandanum. Mér finnst þetta aldrei hins vegar rætt neitt sérstaklega. Mér finnst þetta vera svona bara hálfgert grunnelement í þessu öllu. Þú veist, hvernig á fólk sem með meðaltekjur í dag, þegar börnin þeirra 2 kannski sem unglingar í dag, hvernig eiga unglingarnir að komast inn á húsnæðismarkaðinn? Það vilja margir eiga, leigumarkaðurinn ekkert sérstaklega burðugur eða öflugur hérna, það vilja margir eiga. Það vilja margir fjársterkir aðilar eiga. Já, en það ákveðið, þú veist, það ákveðið öryggi í því að eiga húsnæði. Og þetta hefur verið ákveðið reifiafl í íslensku samfélagi hjá fjölskyldum, menn vilja eiga. Hér í gamla daga gekk allt mikið út á það að menn voru að reyna að byggja sér hús og allt þetta við þekkjum þetta. En hvernig á þetta að vera hægt í dag í þessu endalausa vaxtaumhverfi og af hverju förum við ekki einhvern tímann í einhverja djúpa umræðu um það af hverju þetta vaxtaumhverfi eins og það því að það í raun og veru að stórum hluta rótin á öllu þessu sem við erum að tala um en menn vilja aldrei fara í þessa umræðu. En hluti af hækkuninni hefur líka verið svo að það eru svo margir aðrir en venjulegt fólk að keppa eignarmarkanum til að leigja út til ferðamanna sem hafa auðvitað fjölgað mörg 100% á stuttum tíma. Það hluta vandanum, já. Þannig að auðvitað spilar þetta allt saman en ég held að það að girða fyrir það að þú geti verið eða þurfir að vera að keppa við fagfjárfesta sé
dæmi eitthvað sem myndi draga úr þenslu á markanum og margt annað, en þá auðvitað eins og við þekkjum öll hérna við þetta borð, þá kemur auðvitað inn að það eru ótrúlega margir hagsmunir fyrir því að fara ákveðna leið. Eru margir búin að veðja á það að kaupa upp eignir og leigja þær út. Það eru margir, ég veit ekki hvað eru mörg fasteignafélög. Þeir hafa meiri aðgang að stjórnmálunum heldur en venjulega fólki sem að reyna að kaupa sér húsnæði. Já, mögulega, en allan hefur ég held að þetta séu hlutirnir sem við þurfum að horfa á. Auðvitað skiptir bara máli að við höfum hugrekki til þess að vera alltaf að hugsa þessa almannahagsmuni. Sá sem fær úthlutað eða byggingalóð, ef hann ætlar ekki að byggja, þá þarf hann bara ekki skila. En ekki fara með þetta í brask, hann kannski 3, 4, 5 hún eignast þetta og það ekkert nema þeir sem kaupa íbúðunar í viðkomandi húsi sem að borga Þetta ekki þannig að það má kalla inn eftir ef þú gerir ekkert, en ef þú selur honum og hann selur henni og svo framvegis eins og við búin að vera hérna í kringum okkur, við erum hérna á mörkum Suðurlandsbrautar og Laugavegs, það sem eru hérna á borgarlínan að ganga framjá, búið að gríðalegt brask hérna, það hérna talið að sé svona 22 milljónir sem að liggja á hverju íbúð áður en að þú veist, byrja að búa byggja hana og það hérna það sem að fólk tekur náttúrulega lán á þessum háu vöxtum ævina undan í 40 ár að borga eitthvað bara skatt til braskara þetta náttúrulega, kerfið algjörlega hrunið og það verið gaman ef að Halla og Sigmar og fleiri þingmenn kemur saman og myndur reyna að finna lausn á þessu en því miður þau heyra hér að þau vilja tala saman málefni öryrkja og þau vilja tala saman auðlindanýtingu og eitthvað fleira en stjórnmálin, þau fara ekki þennan farveg, eins og Alma var að vísa til að við megum eftir að heyra inn á þingi þar sem að menn kom upp í pontu og að tala að vera að fyrirbyggja það að fólk misnoti öryrkjakerfið og eitthvað svoleiðis. Við erum að hlusta núna á eitthvað tala einhverja ímyndaða smá útgerðir sem að að hrynja, þannig að við getum ekki orðið við kröfu almenningsum að vera tekin hærri veiðigjöld af kerfinu. Ef það vandamáli þá bara hækkum við mörkin uppi og hækkum þröskuldinn og þá bara borga stórútgerðin þetta. Það lítur að vera að finna eitthvað svona lausnir. Það er allt reynt til þess að afvega leiða umræðina. Húsnæðismálin, við erum búin að hlusta á það í, ég held bara í 20 ár. Alls konar, almenningur hlæra þessu. Það kom alltaf einhver ráðherrar með einhverja glærusýningar og almenningur bara, hann hættur að hlusta. Því það er alltaf rétt handa við hornið, sæluhús, segja þeir, og það versnar húsnæðiskerfið. Og það er búið að benda á þetta, verkefnishreyfingin er benda á þetta, þið voru að benda á þetta núna bara í vikunni. Já, ungir öryrkjar komast ekki inn í skjól. Og það er náttúrulega, ég held að það sé í rauninni jafn mikill ef ekki öðruvísi ótti er þetta húsnæðisóöryggi heldur en í rauninni afkomu óttin. Þú veist, þegar þetta blandast saman og þú kannski þér er gert að vera í einhverju endurhæfingu, þá getur þú gleymt því að endurhæfast. Það er bara, þú veist, það gefur auga leið. Ef þú ert í sífelldum ótta við það að missa íbúðuna á almenn leigumarkaði, endurnýja leigusamning á 6 mánaða fresti, þú veist, allt þetta, þú veist, þetta er ekki, þú ert ekki endurhæfingi í þessu. Komast inn á biðlista hjá annarkvart þá í rauninni í félagslegu húsnæði, það er nú alls ekkert sveitarfélög sem bjóða upp á félagslegt húsnæði, náttúrulega mest það hérna í Reykjavík og það er biðlistin bara endalaus og hann er ógagnsær, þannig að þú veist aldrei hvar þú ert á biðlista, þú ert kannski búin að vera 3-4 ára biðlista, en þú veist ekki hvort þú ert nummer 1 eða 100 því að það veit enginn hvar þú ert staddur, því að kerfið er bara gjörsamlega í ruglinu og svo eru náttúrulega, þú veist, verkalýðshreyfingarnar með ákveðna með leigufélag, við með Brynju leigufélag og það er biðlistinn, þú veist, þannig að þetta og maður bara... Bjarg var hluti af samningunum 2015. Það er fyrir 10 ára síðan. Þeir eru búin að byggja eitthvað 1200 íbúðir. Það eru 3800 á biðlista sem sýnir það hversu lítil þótt þetta sé ótrúlega breyting í lífi þessar 1200 sem hafa sloppið þarna inn. Þá er þetta bara í gagnvart vandanum sem að samfélagið stendur frammi fyrir. Það er bara sára lítið. Við það vantar smá praktík í þetta, bara eins og var þegar Hraunbarinn var byggður og Ásvallagatan, þegar var bara verið að byggja praktískt húsnæði sem að
það gekk ekkert út af það að þetta væri allt einhverja rosalega fullkomnar íbúðir. Flekamótin í Breiðholti sem var flutt inn tækni af hinu opinbera því að einkaaðilar hefðu ekki fattað þetta. Það er dæmið að framþróunin verður hjá hinu opinberum aðilum. Ég bjó í Hraunbænuðholli í 14 eins og fræktur orðið í þokkinni frægu. En ég meina þetta eru bara ótrúlega góðar íbúðir sem að hafa enst vel. Þú veist, engin myglu vandamál eða annað og nú er einhvern veginn alltaf verið að reyna byggja eitthvað annað heldur en bara hrinda málum í praktík og við erum að sjá þetta líka bara við horfum á hjúkrunarheimili út á landi eða heilsugæslur eða skóla menn þetta voru bara staðlaða heilsugæsluteikningin sem var bara á Vík, á Kirkjubæjarklaustri og bara hringinn kring landi og svona spöruðust peningarnir og ég held bara við þurfum dálítið að fara aftur í þessa átt til að ná utan um þennan vanda. Það var til líka ekki teiknistofa sambandsins sem teiknaði einhverjum fjölrituð út Það eru hús sem eru á sveitabæjum hús sem eru á sveitabæjum sem eru byggðir svona frá 60 til 80 eru rosalega lík. Íslenska hlaðan, íslenska fjárhúsið þetta eru bara teikningar sem voru framkvæmdar. Við þurfum aðeins að komast niður á jörðina í þessum málum. Það vantar samvinnuhugsjónina Er hægt að byggja praktískt og með hagkvæmum hætti í því vaxtastígi sem að núna er? Nei, ekki. Er það hægt? Hagkvæmur heldur að vera að gera Já, ég bara að reyna að henda okkur aftur inn í það sem er hluti af þessu líka Núna þegar að vantar, þegar að verið að búa að vera að kalla eftir auknu byggingamagni, þá halda allir að sér höndum vegna þess að vaxtastígi. Það er vegna þess að það er markaðsmenn að taka ákvörðunum þetta. Húsnæði dugar í 100 ár. Þannig að það verði ekki svona vext í næstu 100 árin. Þannig að þú getur alveg bara að byrja að byggja, svo bara endur fjármagnið á leiðinni. Jú, ég átta mig á því, en það er einhver sem leggur út fyrir kostnaðinn. Þetta ákvörðun liggur í ákvörðum markaðsköllum sem þá myndi það liggja hjá ríkinu. Það er alltaf endanum einhver sem borgar, Gunnar Smári, það er þannig. Ég er að taka undir það. Þetta er mjög flókin, erfiður vandi og hann kallar á svolítið skapandi lausnir. Ég tek undir það. Það er nú starfandi hópur núna á vegum ríkisstjórnarinnar sem er nú að reyna að finna einhverja praktík í þessu til þess að sé hægt að bregðast við. En þetta eru þetta svolítið svona fjölþætt. En við erum öll sammála um það að þetta ástand er bara ekki gott. Það er svo takkandi sem að Alma var að segja, því að ég man ekki hver það var sem að sagði þetta. Ég held þetta hefði komið út úr svona umræðu sem að var í kjölfarið á milljónaverkefninu í Svíþjóð þar sem að var byggt 1 milljón íbúðir á 10 árum. Og þá var einhver sem orðaði þannig að húsnæðismál eru grunnur af öllum velferðarkerfum. Og þetta ímyndar þetta þannig að þessi kúla sem er húsnæðismálin og svo liggi hitt ofan á sem er aðstóð okkar við öryrkja, félagslega aðstóð, bara öll kerfi og heilbrigðiskerfi og annað slíkt. Þannig ef að þessi kúla brestur eða heldur ekki, að þá mun þetta steypast niður og það þýðir eins og þú ert að benda á. Það þýðir ekkert að veita manni endurhæfingu sem er í húsnæðisangist. Það þýðir ekkert að hækka laun hjá manni sem er bara út á hinum almenna leigumarkaði og leigusalinn tekur á honum peningi bara strax, bara leiðum að labba með þetta út. En ég held líka hvatinn í því sem þú ert að tala um, Sigmar, hvatinn fyrir fjárfesta að fara í að byggja mikið af íbúðum til þess að selja á ódýrari verði. Hann er ekki til staðar þegar þú getur byggt miklu dýrari kosti og selt til fjárfesta sem eru þá að leigja út eða til annara tekjuherri sem að kaupa. Þannig að þetta er svo flókið. En vonandi náum við að taka einhver skref fram á það. Já, ég ætla að skipta aðeins umræðni. Ég ætla að fara á óskum nokkur sem að bæði sem sjá okkur í sjónvarpi og heyra okkur í útvarpi, það er við Bræði Gunnar Smár og ég Sigurður og Magnús sem eru með þáttinn og gestir okkar eru Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, Halla Hrund Lóadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar. Þá er það komið. En tölum aðeins léttið á þannig, það er svona ófriðabál í heiminn, þetta er afskaplega vont og til dæmis eins og frændur okkar á Norðurlöndum eru byrjar að íbúast og þetta fer alltaf meira og meiri peningur í svona einhverju hótanir og fyrirætlanir. Líður ykkur ekki illa yfir þessu? Sjálfsögðu. Sjaldan verið gríðarlega mikil breyting auðvitað stuttum tíma í alþjóðakerfinu og kannski stærsta einstaka breytingin eru forsetaskipti í Bandaríkjunum
sem hafa heldur betur haft áhrif á stefnu Bandaríkjanna í ólíkum málaflokkum, birtast okkur í áherslunni á norðurslóðamál, breytingar í samskiptum innan Norðurskautsráðsins, sjáum auðvitað hvernig sveiflan hefur verið í samskiptum Bandaríkjanna og Rússa sem hefur þetta áhrif á stríðið í Úkraínu og svo erum við að sjá átök Pakistan, Indland, við erum að sjá hræðilega stöðu á Gaza þannig að það er ekki bjart yfir og ótrúlega mikilvægt fyrir land eins og Ísland að vera í öflugu alþjóðasamstarfi og ég tel gríðarlega mikilvægt að efla það og ég held að sé mikilvægt við áttum okkur á því að við þurfum að vera í mjög góðum samskiptum við ólíkar alþjóðastofnanir, ólík ríki og annað til þess að geta beitt okkar áhrifum. Já, en sko NATO og Bandaríkin þau fá bara það sem við vilja held ég, við erum ekki sko, við erum örugglega opin, ég ímynda með það. Þeir eru komið með helling sko nú þegar og ef þið vilja auka þetta, held ég, eins og staðan núna, held ég sé engin fyrirstað í þinginu eða. En mér fannst þessi viðbótar samningur vera óþægilegur. Bandaríkjaherinn getur bara metið það svo að það sé nauðsyn hann komi hingað þá kemur hann hingað. Fjarlægi bara Sigmar ef hann eitthvað. Já, þetta hefði þurft að ræða í þinginu sínu tíma en það er svona umdeilt kannski hversu mikil þessi heimild er. En það er alveg rétt sem að Hallarhund segir. Það eru náttúrulega mikla breytingar í gangi sko í það er alltaf einhvern veginn ófriðvænlegt í heiminum og allt þetta og það er þannig. En auðvitað er breytt staða þegar við erum alltaf komið með stríð í Evrópu þegar Rússar ráðast inn í Úkraínu. Við erum með þetta skelfilega, bara hræðilega ástand á Gaza. Það sem að Ísraelar eru að ganga svo langt fram úr öllu sem réttlætilegt með tilliti til einhverja sjálfsvarnar hagsmuna. Það er raunverulega að mínum að þið verið að nota þar hungur sem vopn. Og svo eru þau með Pakistan og Indland núna. Þetta eru 2 kjarnorkuveldi, við skulum hafa það í huga sem eru núna enn og aftur farin að hnykla vöðvana sko, hvert að öðru. En það sem hefur líka síðan breyst á þessum sama tíma, það er að hvaða skoðun svo sem menn hafa á NATO eða þessu alþjóðakerfi sem var að þá hefur þetta svona jafnvægið í því riðlast af því að núna er Bandaríkjaforseti sem að hefur aðeins önnur sjónarmið uppi heldur en kannski forverðans höfðu. Hann reyndar hefur komið í þannig fyrir með tali sínu að nú eru ríki Evrópu að átta sig á því að þau þurfa kannski að vera sjálfbærari með sína varnir og það er ekki alltaf hægt að treysta bara á Bandaríkin. Það hefur bara pínlítið verið þannig í gegnum áratugin að það hafa allir treyst á að Bandaríkjamenn beri upp eitthvað jafnvægi í einhver alþjóðakerfi og haldi uppi NATO. Nú er það að breytast en ég tek alveg undir að það sem hér verið að segja við eigum að láta rödd okkar heyrast, við eigum að tala fyrir friði. Þetta er auðvitað samt ekkert einfalt því að þetta er alltaf, við erum alltaf einhvern veginn inn í einhverju vopnaskaki og átökum og öðru sko. En ég meina það er mjög merkilegt að ég nú í Íslandsdeild NATO að fara á fundi með öðrum þingmönnum NATO-ríkjana. Þetta er bara gerbreytt þar inni, bara svo dæmi sér tekið sko. Menn er að velta því fyrir sér heldur NATO, heldur 5. grein. Þessi grein sem að fjallar það að ef er árás á eitt ríki þá er það árás á þau öll. Því að Trump hefur nú gefið það stundum til kynna að það myndur kannski ekki endilega vera tilbúin til þess að virða þá grein ef að ríki leggi ekki meira inn í sína varnir. Þannig að þetta er auðvitað bara svolítið snúin staða en mér finnst að við Íslendingar eigum ekki að spila okkur þannig að við ætlum einhvern veginn að standa fyrir utan þetta, við eigum auðvitað bara að vera í samfélagi með líkt tengjandi lýðræðisþjóðum og það er reynst okkur vel, finnst mér í gegnum tíðina en það er nú stundum talað það eins og það sé einhver heræsingur, það er það bara alls ekki. Þessi umræða finnst mér vera skrítin. Við erum með alltaf aðra öryggishagsmuni heldur en Noregur sem á til dæmis landamærið að Rússlandi. Við erum í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og eins og bent hefur verið á, við erum með varnarsamninga sem þeir geta bara komið hingað ef þeir vilja og ég held að allir sem að mögulega Norðmenn og Finnar sem eiga náttúrulega óheyrilega löng landamæri að Rússlandi, það er svona þau skilgreina sem hættu hjá sér. Svo hætti er ekki hér. Það er bara, Pútín veit alveg að Ísland er hluti áræðisvæði Bandaríkjanna og að fara hingað er bara eins og að ráðast inn í Bandaríkin. Og ég menn allir sem að menn geta ímyndað sig sem einhverju ógn, við vita þetta. Og þess vegna skil ég ekki á hverju við erum að því að við ætlum bara að vera í klúbbi
uppi með einhverjum ríkjum sem eru líkt þengjandi og svona. Við höfum bara að horfa á okkur öryggishagsmuni mjög kalt. Því að gjaldið sem við munum borga, ef við ætlum að fara að hegða okkur bara eins og Norðmenn og Finnar, það þýðir það að 5% af landsframleiðslu mun fara í hernað og öryggismál, sem að eru sko 270 milljarðar. Nei. Núna langar maður þess að útskýra. Þegar það er verið að tala um 5%, þá er þetta verið að, það er eitthvað ríki komin upp í það og það er nú verið að tala um kannski að fara upp í 3,5. Langstærstur hluti þess kostnaðar hjá öðrum ríkjum liggur í her. Það er alveg skilningur hjá öðrum ríkjum í því. Þetta eru bara launagreiðslur til hermanna, lífeyrisgreiðslur til hermanna og tæki og tól sem við erum ekki að gera. Okkar framlag verður alltaf borgarar. Við viljum frekar borga lífeyri til félagi í Öryrkjabandalaginu. Það er engin umræðum það hér að við séum að fara að stofna her. Þar að leiðandi skilningur hjá öðrum ríkjum það að lögðu mér aðeins að klára Gunnar, að okkar framlag er annars eðlis. Okkar framlag sem er reiknað inn í þessi framlög til NATO sem hafa verið 2% og eru núna verið að tala um að fara upp í 3,5 og sum ríki komin upp í 5. Þau verða alltaf miklu lægri. Okkar framlag er meðal annars það að vera partur af NATO og hér sé til aðstaða. Og síðan er það uppbygging á innviðum. Það er uppbygging á flugvöllum, það er uppbygging á samgönguinnviðum, vegum, jafnvel viðbragðsviðbúnaður hjá lögreglu og öðru slíku. Og við erum alls sammála um að gera betur þarna, sko. Það er þetta sem að reiknast inn í töluna hjá okkur, en ekki hernaðarkostnaður. Í fyrsta lagi að þá var þetta lengi vel, og það var Bjarni Benediktsson eldri sem að benti á þetta þegar Ísland gekk inn í NATO, var hluti af stofnaðarlegu NATO, að við verum ekki með her og ættum að hafa svona auka aðild þarna. Það var ekki hægt að gera það kröfu til okkar sem voru samveitt. Og þess vegna erum við eins ekki á listum NATO eða þegar verið að meta hversu stór hluti af landsframleiðslu fer í hernað og öryggismál, þá erum við ekki á þeim listum. Það er hins vegar augljóst og bæði á núverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi utanríkisráðherra að þol annarra NATO-ríkja gagnvart þessu fer minnkandi og þess vegna er við að verja peningum í vopnakaup til Úkraínu og við erum að verja, það er augljóst að svona útgjalda vilji utanríkisráðherra er orðin ansi opinn og það er augljóst að við erum undir þessu þrýstingi. Við erum þegar að tala um ógnina af Trump. Þegar hann sér þennan lista og fattar það að Ísland er ekki þessu lista, að þá börn að setja okkur á þennan lista. Sérstaklega ef við ætlum að fara til hans eða til NATO og vera að vera að biðja um einhvern stuðning í öryggismálum, að þá mann að segja, alveg sjálfsagt mál, við skulum auka hér, við verum okkar fleira, en þið verðið að borga. Og þið verðið að, ég segi ekki að endi í 270 milljónir sem er 5%, en þetta er fyrirsjáanlegt að ef við skilgreinum okkar öryggishagsmuni ekki eins og þeir raunverulega eru, en ætlum að fara að taka þátt í þessu, af því það er bara, hvað heitir þetta, verðugur bandamaður og notaði Þórdís Kolbrún að fara úr NATO. Nei, ég er að segja við bara að tala skýrt inn í NATO og segja það. Ég veit að þið óttist innrás frá Rússlandi, en því miður eru við bara 400.000, við höfum ekki einu sinni mannafla til að verja okkur sjálf, við erum hluti áhrifasvæði Bandaríkjanna og þau munu verja okkur ef einhver annar ætlar að koma hingað. Þannig að það er ekki okkar mál að fara út í hernaðaruppbyggingu í Evrópu sem grafa undan velferðarkerfi Evrópu og ofan á það er ekki bara við sem eigum í vanda með langvarandi lélega uppbyggingu innviða, skuld þar, við skuldum fleiri 100 milljarða og þannig á önnur Evrópulönd og þetta mun valda gríðarlegri félagslegri upplausn í Evrópu og mögulega bara eyðileggingu álfunnar og við höfum ekki að taka þátt í því. Við höfum bara að segja það að við ætlum að byggja hér upp öryggiskerfi. Ef þú ætlar að hafa öryggi á Íslandi, þá er félagslegt öryggi og jafnvægi í samfélaginu fyrsta sem þú gerir. Mér langar aðeins að grípa boltan varðandi það sem þú ert að tala um varðandi áherslu Trump, svo varðandi þessa breytingu sem hefur orðið á í raun og veru starfsemi NATO eða stefnu Bandaríkjanna gagnvart NATO. Af því ég bjó nú í Bandaríkjunum síðast þegar Trump tók við. Það sem var líka stefnubreyting og þó hún birtist með mun sterkari hætti núna. Auðvitað þurfum við sem þjóð líka að hugsa til miklu lengri tíma, menn að Trump á eftir að vera sitt seinna kjörtímabil. Nú eru demókratar að leita að næsta leiðtoga, repúblikanar eftir að gera það líka og við höfum eftir að sjá hver sveiflan verður í öryggisáherslum Bandaríkjanna. Það mun koma í ljós með næsta forseta. Þannig að við þurfum að hafa skýrari langtímasýn þegar við erum að horfa á það
hvernig, eða vera með einhverja dómsdagsspár, sko, hvort að NATO sé komið að endastöðu eða ekki. Það er bara, við vitum það ekki. Við vitum að það hefur veikst, en við vitum ekki hver endanlega niðurstaðan verður. Og þess vegna heldur ekki að rjúka í einhverja hernaðaruppbyggingu eins og önnur Evrópulönd? En sko, staðan núna er svo að við þurfum að átt okkur á því að Bandaríkjamenn eru ennþá okkar mikilvægasti bandamaður þegar kemur að öryggi og vörnum, og við erum í NATO. Ég held að sé sjálfsagt að vera í öflugu samvinnu og samstarfi. Ég meina, ég er í Norðurlandaráði. Það er öflugt samstarf þessi mál, og Íslandi mikið að taka þátt í því samstarfi á grunni til dæmis almannavarnaviðbragða í ólíkum aðstæðum og svo framvegis. En sko, svona stefna eins og varnarstefna, hún kollsteypist ekki, en við þurfum auðvitað að vera vakandi og aftur að vera bara í með samskiptin okkar traust og trygg. Ég held að það sé númer 1 og 3 og svo staðan núna. Ég ætla bara aðeins að segja, þú veist, ég ætla ekki að fara til Finnlands og segja við Finna þið þurfi ekki óttast Rússa. En ég er alveg til að segja hérna á Íslandi, við höfum ekki óttast Rússa, Rússar er ekki að koma hingað, sko. Akkur ættu við að bara heila okkur eins og Finna. Það er auðvitað mikið meiri kafbátaflutninga núna í gegnum heldur en hafa verið og svo framvegis. Þannig við þurfum að bara taka þátt í og vera upplýst og vera vakandi, en ég held að sé engin ástæða til að vera með eitthvað panik. Ég ætla ekki að taka langt rant hérna núna, en ég get alveg sagt það hér að þegar maður, að ég var nú að vísa til þess að í samtali við aðra þingmenn á NATO-þinginu, að tala við þá þingmenn sem koma frá löndum sem eiga annarkvort landamæri að Rússlandi eða landamæri að Úkraínu eða landamæri að löndum sem eiga þarna landamæri að. Allir þessir þingmenn, þetta er alveg rétt hjá Gunnari Smára að því leytinu til að við erum lengri í burtu. Allt þetta fólk, hann er svo raunverulegur óttinn. Hann er svo raunverulegur, af því að þetta á sig líka svo mikla sögulega rætur. Og við getum ekki alveg ákveðið að við séum stikkfrí hérna, og bara svona líka rétt að því að við mögum auðvitað ekki heldur vera vandræðalega við að tala um það. Þegar að Trump er að tala um það og hefur látið þau orðfalla, hann segir auðvitað ýmislegt og menn segja nú stundum ég hættir bara hann að tala, en við verum auðvitað að velta því fyrir okkur, lætur hann knéfylgja kviði, sko. Þegar hann segir, ég útiloka ekki að beita vopnavaldi gagnvart Grænlandi, við erum í hliðin á Grænlandi, sko. Ég er að segja það. Þannig að þess vegna tel ég svo mikilvægt að við séum með líktþengjandi ríkjum. Þetta er hins vegar að riðlast, en við eigum auðvitað að vera í miklu samtali, sérstaklega við ríkin í Evrópu eins og það er núna. Við vonum auðvitað að það komist svona annað skikka máli í Bandaríkjunum, en auðvitað þegar Trump er búinn að vera á sviðinu í 12 ár, því að hann var nú aldeilis áberandi líka í repúblikánaflokknum þegar hann var ekki forseti, hann á milli. Ég meina, hann er auðvitað búinn að breyta pólitísku landslagi þarna. Þú veist, þetta er alltaf endalaust endurmat aftur og aftur þessi málaflokkur. Það er bara þannig. Ég get ekki undir með þér, Sigmar, að ég held að næstu árin og meðan við erum með Trump sem forseta, þá verður miklu meiri ófyrirsjáleiki, en í varnarstefnu þurfum við alltaf að vera að hugsa til lengri tíma. Og ég bara svo ég taki dæmi, kannski svona að mínu sérsviði, þar sem að Norðurskauts samvinnan hefur verið sko grundvöllur í okkar utanríkisstefnu. Hvað hefur gerst þar? Þú ert komið með auðvitað eftir stríð í Úkraínu, þá er Rússland orðið óvirt, en þá voru hin ríkin 7 með Bandaríkjunum virk, svo breytast dýnamíkin við Bandaríkin, þannig að þú ert bara í okkar heimshluta, þetta komið með mjög óvænta stöðu, og það verður rosalega áhugavert hvernig allar sem áhuga á alþjóðamálum að fylgjast með núna þegar formennskan er að færast frá Norðmönnum yfir til Dana. Grænlendingar eiga að leiða þá norðurskautið á mjög erfiðum tímum þegar norðurskautið er nánast lamað, og innan norðurskautsins enn í dag eru bæði Rússar og Bandaríkjamenn, og þetta er dæmi samvinnu sem að við þurfum að hugsa upp á nýtt með við stöðuna. Já, herru, að því að það er nú stutt eftir og Alma hefur ekki blandast mikið í þess að djúpa pólitík, en mér langar að spyrja þig þessum talaðum stöðu sveitafélaga. Nú er náttúrulega fólk sem er í ÖBÍ víða á landinu, er það ekki? Jú, náttúrulega, ÖBÍ eru náttúrulega bara regnhlífasamtök 40 aðildafélaga. Og þegar við erum náttúrulega að tala fyrir
hópinn sem að í rauninni eins og til dæmis í kjaramálunum að þá ekkert allir sko sem að við erum að tala fyrir endilega í aðildafélögunum okkar. Nei. Þannig að þú veist þverskurður bara samfélagsins bara í rauninni tilheyrir okkar á einn eða annan hátt óháð því hvort það sé sko í aðildafélagi eða ekki. En jú, en það reynir náttúrulega mikið á þennan hóp í sveitarfélögunum. Og kannski að fólk hafi þurft bara jafnvel að flytja. Já, það svolítið því miður, þá það enn svoleiðis að náttúrulega það verður þarna þessi yfirfærsla þarna málaflokknum 2011 og það hefur bara verið mjög þungt í vöfum. Það leynist engum en það náttúrulega mæðir líka mikið á sveitarfélögunum að verða við þessum lögbundnu skyldum sínum hvað þjónustu og annað varðar og það náttúrulega alltaf mjög hávær umræða og náttúrulega endurspeglast í því hvað þessi einstaklingar eru fjárfrekir sem ótrúlega leiðileg og niðurlægjandi umræða en maður lágur svo sem ekkert sveitarfélögunum að hafa áhyggjur af því þá vonandi á þann hátt að þeir hafi áhyggjur af því að þeir get ekki veitt þessar lögbundnu þjónustu en það eru svona fólk oft neyðist oft til þess að flytja úr sínu sveitarfélagi til þess að geta fengið bara þjónustu, eða bara líka bara húsnæði. Ég meina þú átt kannski langveikt barn eða barn sem fatlað og þú getur ekki búið í þessu húsnæði í þínu sveitarfélagi, þá verður þú bara að flytja annað og þá ertu komin á annan biðlista eða hvernig sem það sko. En þetta og þetta virðist vera svona eilífðarbarningur. Að það þetta sko þrætuöfli og hvaðan kemur fjármagni, það nóg, verður rétt varið eða ekki og svo veitir rauninni enginn hvað verður það, hvernig verður það, þú veist maður fær ekki almennilegar upplýsingar það sko. Þannig að þú veist eftirlitið með fjármunum sem að fer, þannig að þetta alls konar sko. En og bara mjög erfið staða því að og svo hefur nú svona stundu borið á því að við höfum bara að fara í mál, við vissulega förum í mál, það græðir enginn á því nema náttúrulega sérstaklega ekki einstaklingurinn sem á allt sitt undir en ég meina þetta ákveð tól sem við náttúrulega beitum þegar við erum komin á þann stað að ekkert annað breytist. En Og þið hafið farið í þannig mál? Já, við höfum náttúrulega rekið alls konar dómsmál, við erum með 13 mál nei, alls ekki og við erum með 13 mál í gangi í dag sem að í rauninu eru öll, þú veist, af alls konar meiði, sko, þannig að og við höfum farið með til Mannréttindadómstólsins líka og það er í gangi núna, þannig að þetta svona örþrifa en svo finnum maður það líka að þetta svona ákveðin taktík svona að maður getur sagt sko að maður sé komin í þá stöð að maður sé svona hótunum að fólk vill þá frekar vera sko koma til málamiðlun ef það ákveðið að stefna þá þú veist að þetta á að vera örþrifa þetta ekki þegar að En einhvern sko málamiðlanir ef að það einhver einstaklingur sem þarf mikla þjónustu og ekki, hann getur ekki gefið eftir einhverja málamiðlun Nei, ég þá að meina ef að þú veist sko að sjálfsögðu ekki og þá náttúrulega förum við alla leið en í það sem að kannski varðar stærri hóp eins og til dæmis nú hafa rafræn skilríki verið til umræðu núna síðan 2019 og þetta þú veist það örþróun í stafrænum heimi við erum með sko þú veist ótrúlegt fólk sem býr yfir þeirri gæfu og gáfu að geta búið til hitt og þetta en þegar þessi hlutir eru kannski búnir til og þetta einhver stefna sem að stjórnvöld setja að þá ekki verið að hugsa markhóp sem kannski erfiðara með að nýta sér þessar lausnir og það í rauninni alltaf að gerast og ég meina nú bara alltaf allar umsóknir fara rafrænt sama hvort það gegnum sveitarfélögin eða ríki allt sem gegnum Tryggingastofnun rafrænt sjúkratryggingar, það eru bankarnir svo bara hópur þarna sem að getur ekki nýtt sér þessar lausnir og þá hefur rauninni aldrei verið tekið alla leið bara við ætlum að finna þessa lausn og þá maður komin aftur þangað bara þegar þessu sleppir að þá erum við komin þangað hvernig ætlaði að leysa það engin lausn þá náttúrulega og þá fundin einhver skammsýn lausn sem að kostar ótrúlega mikið og hún hentar bara ekki hópnum eða á þá leið að hún að búa til bara gjá sem að getur myndað bara misnotkun hverskonar á fjármunum og öðru að þetta hópur sem oft jaðarsettur og jaðarsettastur kannski að þá kemur inn þá stefnum við ríkinu og þá komin til málamiðlunar að finna einhverja lausn svo hún svikin og þá fyrir við aftur að stað en núna erum við komin á þann stað að vera að finna ákveðna lausn í þessu sem vonandi verður svo lausn sem að hægt að nýta sér inn á allt þetta þessu Ísland.is til dæmis en þetta ótrúlegur slagur og maður fattar ekki sko af því að oft þú veist, þessi málaflokkur, hann bara einhvern veginn, hann þarna og stundum erum við með og stundum ekki,
En í svona lausnum, þú veist, þá bara miklu betra að hafa fólk sem hefur þekkingun á þessu með frá upphafi en ekki þegar það búið að þróa lausnina. Ég heyrði daginn að sko konseptið algilda hönnun, að það var eitthvað sem þannig að hvað sem þú ert að hanna sem hvort það í stafræn heimi eða húsnæði, að það var eitthvað sem vantaði bara sem svona grundvallar námskeið sem hluta af eða að því var í flétta saman við bara kennslu heilt yfir. Jó, við fórum náttúrulega og við erum náttúrulega búin að vera á þessari algilda hönnun sko hugtaka áróðri ef svo má segja í sko örugglega 10 ár. Þetta nær aldrei í gegn, að þetta bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað sem við erum að segja, þetta svo dýrt, þetta svo íþyngjandi, þetta ekkert íþyngjandi, þetta íþyngjandi þegar þú ert búin að hanna eitthvað sem kemur svo í ljós að það virkar ekki, þá þetta íþyngjandi, ekki frá upphafi. Þetta kannski startkostnaðurinn ákveð, sko, en eftir á þá það ekki og þetta ótrúlega, sko, en mér finnst vera svona aðeins hreyfing á þessu, en algild hönnun, við fórum í samstarf með til dæmis arkitektafélaginu, þar sem var í rauninni verið að, en svo koma þessa vörður bara, nei, við erum ekki alveg sammála, þetta gæti haft áhrif á sköpunargáfu eða eitthvað, en þú veist, það þarf enginn að segja mér það að það sé að fara, sko, að ráða rauð þegar þú ert að fara að hanna eitthvað, það sé að því að algilt á að vera, þú veist, að nýtist öllum. Ég meina fólk fótbrotnar, hvað ætlar það að gera og getur ekki nýta. Þú veist, þú ert með barnavagn, þú veist, þetta bara hluti af algildri hönnun, sko. Ég held þess með miklu meira, sko, einmitt það að fólk bara í tölvunarfræði hafi ekki þekkinguna eða það sé ekki hluti af náminu. Kannski spennandi tækifæri að vinna eitthvað með það. Já, sjálfsög. Mér langar að því að Halla Hrund var að skrifa hérna vikurinn á sandana. Ísland og landi. Það ekki þýskt fyrirtæki sem að vil flytja sandan okkar út. Já. Það ekki bara gott mál að þess að sanda. Já, það nótilega sandi hefði einhver sagt, sko. En það auðvitað ótrúlega mikið til af sandi og ólíkum jarðefnum á Íslandi. Og þetta bara dæmi eitthvað sem við hugsuðum aldrei sem einhverju sérstaka auðlind. En eins og með allt regluverk, það allt í einu komin upp svo staða að þá fari mikinn útflutning á sama tíma og sko lagarammin var hugsaður fyrir það að bændur geti verið að byggja hlöður eða vegagerðin geti verið að nálgast jarðefni fyrir sko vegspotta. Þannig að það ekki til þessi rammi það hvort þú megir. Þannig var nú fiskeldi líka, var þeir hugsaði svo einn. Löggjöfin alltaf eftir á. Þannig vel orkumálinn sem þú kemur úr. Alltaf að tala einhvern virkja bæjarlægin. Á meðan það bara einhverjir fjárstyrkir aðalega sem ætla að fara að reisa hér einhverjar stórvirkjanir. Það nú annað, vindorkustefnan bara sama meiði að núna skiptir svo miklu máli að klára ákveðna umgjörð áður það farið af stað og varðandi jarðefnanýtinguna að þá til dæmis vantar sem það heimild til auðlindagjalda þegar við erum að tala nýtingu á hafsbotni. Það vantar bara þessa hugsun, við þurfum að færa hana upp á land, ef svo má segja. Þannig að það tækifæri þar til að vinna slíkar útfærslur. Og ég hef líka, því ég hef lagt fram þingsályktun sem ég hlakka til að ræða við Sigmar takmarkanir á jarðakaupum frá erlendum aðilum. Og þá það einmitt að því að þegar við seljum jarðirnar þá erum við að selja jarðefnin og vatnið, heita og kalda vatnið með. Án þess kannski að vera búin að hugsa það til langs tíma. Þá kann einhver að spyrja hvað viljum við þá enga sko fjárfestingu í verkefni og þá svarið nefnilega að það hægt að laða fjárfestingu í verkefnin. Það bara hægt að gera það í gegnum tímabundið nýtingarleyfi. Þannig að þá getur við verið að fara í verkefni, en þá greiður líka ákveðið fyrir það til samfélagsins og þá eignastu ekki auðlindirnar til langs tíma. Þannig að þetta mál sem stórt, að því ég veit að við deilum ástríðu auðlindapólitík, við byrjum með veiðigjöldunum. Þetta líka stórt auðlindamál sem við þurfum að ræða. En þetta framundan, þessi sandútflutningur? Ég spurði ráðherra málaflokksins þetta í þinginu daginn, hvort að við þyrftum ekki að útfæra þessa löggjöf og hann tók jákvætt í það. Og ég á mér þann draum að við náum utan þessi auðlindamál með þeim hætti að við séum að skapa verðmæti inn í sameiginlegan sjóð, sambærilegan við orkusjóð Norðmanna og að við getum sko náð utan þessa ramma í jarðefnunum og ólíkum flokkum þannig að við sjáum ekki deilurnar sem við höfum séð í fiskeldinu. Að auðlindarentan af auðlindum almennings renni inni til þess að byggja hér gott samfélag. Eðlilega. Já. Við ættum nú að vera öll samlunda. Ég hjó eftir því að svona lifnaði aðeins yfir mér þegar að fara að tala tímabundna nýtingarsamninga því að það nú einmitt það sem við höfum í okkar sjávarútvegsstefnu Viðreisn sko. Það að það séu gerðir tímabundnir nýtingarsamningar til langs tíma í sjávarútveginum
lítill hluti í einu til þess að skapa fyrirsjáanleika. En það hefur nú verið ákveðið að fara aðra leið og fara bara beint í að breyta auðlindagjöldunum með þeim hætti. En auðvitað þurfum við að koma almennt gjaldtökunni í skikkalegt horf og líka umræðunum hana. Hættum að tala auðlindagjöld sem auðlindaskatt til dæmis. Þá erum við að kippa úr sambandi þessu grundvallaratriði sem að hér á þjóðin saman einhverja auðlind og þeir sem alltaf nýta hana, þeir verða að borga þetta bara einhverja leigu fyrir það. Það gjaldtakan. Leið og við ætlum að færa þetta inn í einhver umræðu með þetta sé bara eins og hver annar skattur, bara engin munur á þessu og tekjuskatti, þá erum við að rjúfa tengsl okkar við það að við eigum auðlind, en við viljum fá eitthvað fyrir hana þegar aðrir að nýta hana. Mér finnst þetta að vera svolítið, ég veit að það ekkert allir uppteknir af þessu. Mér finnst þetta, leið og við kippum á þennan streng, að þá missum við svolítið auðlindirnar finnst mér fjær okkur, sko. Mér finnst þetta, sko, að því að tíminn svo við komin langt fram yfir tíma. Tíminn auðlind. Tíminn auðlind hér. Og sem engin á. En að því ágætt enda bara á þessu, gjaldi, veiðigjaldi. Já, en ég ætla að þakka ykkur mikið vel fyrir komuna til okkar. Þetta búið að vera líf og fjör. Það Alma Ýr, Halla Hrund og Sigmar Guðmundsson. Takk fyrir. Takk fyrir. Og hér eftir koma til okkar Árni Helgason, lögmaður og varaþingmaður, Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins og Ásgeir Brynjar Þórðarson, ritstjóri Vísbendingar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.